fyrsta sem maður þarf að gera kannski fyrst og fremst að skipta gleraugu. Þegar við sjáum að barnið sýnir erfiða hegðun, þá yfirleitt fyrsta viðbragð foreldra að upplifa það sem mótþróa eða einhvers konar frekju eða neikvæðni og skilaboð umhverfisins gjarnan þannig að barnið sé bara að reyna að stjórna eða eitthvað slíkt. Við þurfum að skoða aðstæðurnar og reyna að átta okkur á mögulegt að þetta sé kvíði, mögulegt að þetta sé eitthvað sem skapar ótta hjá barninu. Ef svo ef að mann grunar að barnið sé kvíðið, þá þarf maður að streitast á móti sínum náttúrulegu viðbrögðum því að náttúruleg viðbrögð foreldra að vernda barnið. Það að reyna að hlífa barninu fyrir vanlíðan og þar að leiðandi förum við oft og jafnvel án þess að gera okkur almennilega grein fyrir því að stilla heiminum svolítið upp þannig að barnið þurfi aldrei að mæta því sem það óttast, reyna að koma í veg fyrir að barnið upplifi þessa vanlíðan og við förum að aðstoða barnið of mikið við að flýja hluti. Við þessar aðstæður skapast hins vegar svona vaxtarskilyrði fyrir kvíða því hann nærist á þessu. Ef við myndum persónu gera kvíða, þá myndum við segja þetta. Hann nærist og stækkar og vex á því að við leyfum hennan flótta. Þannig að það sem maður þarf að gera að auðvelda barninu að uppgöta smátt og smátt að það getur ráðið við þessar aðstæður. Við þurfum að gera það í litlum skrefum en við þurfum hægt og bítandi að mæta aðstæðunum og aðstoða barnið við að uppgöta að það sem það hélt áður að það gæti ekki eitthvað eða einhver hlutur eða áreita aðstæður væru hættulegar séu það ekki. Þannig að barnið þarf að fá skilaboð, mjög sterk skilaboð frá foreldrunum að þau trúa því að barnið getur ráðið við þetta. Það þarf að fá aðstoð og hvatningu til þess að mæta áreitunum í smáum skrefum og við þurfum að skipta gleraugu þannig að við séum ekki að horfa á hvernig ætlum við að koma óttanum og kvíðanum í burtu, heldur hvernig ætlum við að auka hugrekki barnsins. Við æfum okkur í hugrekki, við mætum hlutunum smátt og smátt og sjáum að við getum meira en við höldum og þá minnkar kvíðinn og hverfur smátt og smátt.